Komið sæl og velkomin í gullkastið á K.is. Ég held að við séum að bjóða velkomna bara einungis stuðningsmenn með Liverpool í kvöld. Ég held að það sé allir aðrir hættir að hlusta með hvernig liðinu gengur þessar mundir. Það verður líklega svolítið spæk hjá okkur þegar kemur að einhverjum töpuðum stigum en við höfum ekki ágjörð af því, ekki í kvöld allavega og allir við förum ekki á léttunótunum yfir það helsta sem hefur gengið á í þessari viku og framundan með mér á línunni. Maggi, þú ert á þínum stað í Breiðholtinu? Það er Breiðholtið mitt, maður. Já, mættur á staðinn. Sæll og velkomin. Sveinn Voge, mættur aftur. Sæll og velkomin. Já, takk hérlega, stakkar. Og nú ert búin að predika gull fyrir mér nokkur ár. Við fórum bara allir með þetta. Þið er á góðum stað að vera með gullið. Það er alveg. Það er ekki. Aldrei. Herðu, nokkrar þjónustutilkynningar til að byrja með. Ég ætla að við viljum nú óska Einar Erni, okkar manni til hamingju, hann var að fjölga mannkyninu, það kom Einar Örn junior í heiminn. Hann verður komin á kantinn hjá Liverpool einhvern tímann eftir svona cirka 18 ár, ef ekki giska á það. Ekki spurning. Og svo viljum við koma inn að líka, kannski þeir að hlusta, við vorum að bæta okkur við á Spotify, það er hægt að leita K.is þar eða gullkastið, hvernig sem það er gert, við kunnum ekkert gífurlega vel á þetta en það er allavega margir ánægðir með þessa nýjunga því hægt að leita okkur á Spotify og svo erum við náttúrulega á iTunes og öðrum veitum sem er gott að hafa þetta bara automatist download en það er líka bara hvað sem ég gerir, það er líka að hlusta á þetta á síðinu, okkur er alveg nákvæmlega sama, svo lengi sem þið hlustið á okkur. En ég held að strákar, ef við ekki bara vinda okkur í leikinn og Svenni, ég byrja hjá þér og sko getum við ekki hort á hann á sigur á móti Southampton sem ákveðin skilaboð til mótherja Liverpool, bara rétt eins og sigrarnir í síðustu viku sem voru kannski stærri leikir. Hvernig horfir þetta við? Jó, við erum náttúrulega búin að vera að senda kannski líka bara ákveðin skilaboð alveg frá sumri og við erum að tala um þessa 7 leiki og mér finnst nú svona skemmtilega að tala um 11 því að það voru náttúrulega alvöru liðs sem vorum að vinna bæði liðin í borginni fyrir austan okkur og sem þykja stóru og fleiri, þannig að þetta er 11 í röð og búið að vera að senda skilaboðin allan tíman og þetta verður ég var hljóma kannski eins og gömul plata, það er svona ákveðin tilfinning. Ég náttúrulega kannski þekktur fyrir það að vera búin að vera með hashtagið meistarar í vor í dálítið mörg ár og aðalega svona til að gera góðalegt grín á þessari óbilandi trú sem hann hefur og við hefum mjög gaman að sjá meistarar í vor dett inn annars staðar, hjá fólki sem þekki ekki og sjá það hashtag að verða stærra. Það er mjög ekki rosa væntu það, nógu lengi er ég búin að vera með þetta. En það sem kannski við erum að sjá þarna er að það koma nýjir menn inn, það er búið að vera pínu Heimis Hallgrímsfjöra á klopparanum í byrjun og sama lið og formúla virkar og nú koma nýjir menn upp á dekk og það sér ekki hauk á vatni og það kannski er að segja náttúrulega dálítið ákveðið að ég man ekki hver það sagði í lýsingu að það virtist ekki skipta máli hver var að koma inn og líka að vera náttúrulega eins og þessi leikir hafa verið við erum að klára þetta hvort sem við séum briljandi eður ei og getur kannski farið það nánar eftir. En jú, við erum að sýna fram á það. Ég held að 7 sigrar og hvernig við erum bara að sigra og nýjir menn kom inn og ekki Þetta er metið ekki, 7 sigrar í fyrstu 7 leikjunum er ekki félagsmetið ekki? Það er félagsmet, en er ekki Premiership hvað, er það 9? Eða er ekki Chelsea verið koma á sig? Náðu því. Ákvæmlega. Maggi, það líka aðeins punktur í þessum síðasta leik, það var alveg smá beigur ekkert, ég segi ekki að vera eitthvað rosalegt en Liverpool spilaði 6 leiki í þessum 6 meistaradeildar leiki fyrir áramót, það er í riðlakeppninni og við unnum bara 1 af þeim leikjum, þannig að það er nú ansi jákvæð þróun að landa þó strax leik í kjölfar meistaradeildar. Algjörlega sammála því og þetta var alltaf svo sem leikur ég horfði ekki á hann allan, var á öðrum stað sem við kannski ætlum að geta ræðum en var sem sagt náði þessum 40 mínútna slippum sem að Sky taka alltaf saman og þessi leikur er alltaf bara svo flott uppsett, flott frá gengin, þú veist hversu oft hefur við látið okkur dreyma þetta að fá
fá lið á Anfield sem við eigum að vinna og vera bara búin að klára þetta í hálfleik og geta bara pínlítið tekið seinni hálfleikinn og aðeins svona bara haldið bolta og verið yfirvegaðir. Þannig að mér fannst þetta ofsalega flott innkoma, við vorum ekki það, við vorum á Brighton-leik sem var alls ekki þarna, saman félagarnir og þetta var bara svona flott skref upp á við og einmitt og eftir þessum Parísarleik sem auðvitað var náttúrulega risaleikur og maður var alveg búin að hafa svona kannski pínu áhyggjur af einhverju einbeitingu en trúin á þetta lið er náttúrulega hægt og rólega að byrja. Við vorum mjög margir Liverpool-menn á þessum fótboltaleik sem ég var og vorum einmitt að ræða það sem við ekki töluðum síðast að maður býður einhvern veginn eftir að það er dett á nefið en það er samt bara einhvern veginn allt önnur tilfinning með það að auðvitað kemur að því að við töpum stigi bara 0-0 því við fáum ekki fleiri mörkmanstu Einar þá er það ég er aðeins búin að breyta við gerum það eiginlega sjálfur já, nákvæmlega það er svoleiðis en sko að það kemur örugglega að því að stiginn tapist en það er samt bara allt önnur trú sem maður einhvern veginn hefur á þessu og þegar maður var að kíkja á símann sinn þarna yfir þessum sándaleik það var ekkert svona eitthvað panik og það var þetta markið tiltölulega fljótlega og svo bara einhvern veginn þegar staðan og 1-0 já, þetta einhvern veginn klárast. Það er orðið svolítið þetta sem er tilfinningin í maganum að liðið sé bara komið á annan stað að heimaleikur Anfield við þessi lið að við klárum það og það er bara ný tilfinning allavega svona upp á síðustu ár því að við vitum það að þetta hefur verið alveg hryllilega algengur feilar hjá góðum Liverpool-liðum undanfarin 10-15 ár að taka svona leik og einhvern veginn svolítið klúra honum því að við vissum að bara eitt með Parísarleikin en ég meina prógrammi framundan eru 2 Chelsea-leikir Napoli og Manchester City þannig að þetta var einhvern veginn svona leikurinn sem að í gamla daga við höfum klárlega klúrað sko. Þetta var bara mjög jákvætt að taka hann með þessu hlutum sem var og við náttúrulega að fara eftir þessar breytingar á liðinu og náttúrulega alveg geggjað að tveir leikmenn sem kom inn í liðið höfðu nú heldur betur og sýndu það og það er að treysta þeim fyrir verkefni þannig að á allan hátt var þessi helgi bara enn eitt svona strikið í svona bankar sem maður getur sagt ok, trúin er að koma, þetta er að koma. Það er líka það sem er skemmtilegt í þessu sko, við erum búin að sjá þú veist, hvað er maður að sjá margar myndir á memi á netir auðvitaðlust, ég sá mynd daginn, hvað er þetta 2 leiki síðan, en hún segir mér einhvern veginn allt saman, það var sem sagt mynda manni alveg með ræpuna sko, og að missa sig og staðan 2-0 fyrir Liverpool og korter eftir og hann bara er að klára neglur upp úr kjúku sko. Og svo við hliðina er bara Liverpool í dag 1-0 yfir 67 mínútur eftir og gaurinn svona hallar sér aftur bara með lappirnar uppi og bara og í rólegheitum. Þetta er kannski þessar 2 myndir að summera þetta fyrir mér. Þetta er sko mikill munur og það verður bara að þetta er búið að vera svona pínu ég veit ekki hvað svona hálfgerður sjúkdómur því að það er ekkert að segja að það hafi eingöngu verið hjá Klopp, þetta hefur verið ótrúlega við erum búin að vera ótrúlega töluðir í gennum tíðina þetta frábæra lið að kasta hlutunum frá okkur. Það er líka kannski svolítið munur á vellinum bara sjálfum, stemmingin á vellinum sem ég veist að það var nú ekkert hjálpað liðinu neitt undanfarnar ári, ég reyndar alveg hafi huga að Tottenham og París voru bæði rétt búin að ná 2 marka fórskoti og jafnvel náði sko sem er nú ekki lengra síðan en ég skil hvað er að meina með svona Southampton leiki og loka leiki eins og Brighton og svo leiðis, þeir átti engin færi sko eiginlega ekki en það er gaman að sjá gaman að sjá þetta líka, það er rétt sko menn að Anfield er að lippa við og við þurfum bara að horfast í augu við það þótt að við eigum okkar Klopp og þessa fjölskyldu og þessa stemningu sem aðgreinir okkur frá öðrum og þá hefur þetta farið aðeins niður en það virðist nú samt sem alltaf, við sjáum bara Evrópuleik. Það er einhver stera úði sem er dreift yfir liðið þetta þegar Evrópuleikur. Við sáum það móti París, geðveikt. Já, það er bara það er alltaf bara líka að upplifa, þetta er alveg svakaleg stemming sérstaklega á þessum seinni stigum, þessi seinni stigin í fyrra París leikurinn stemmingin þar og bara leikurinn var þannig að virka alveg þannig stemming strax í fyrsta leiki riðlakeppni, það gefur allavega góð fyrirheit, finnst mér. Algjörlega. Maggi, sko, það kom ekkert óvart eins og Kostinn á, það kom ekkert óvart að Klopp hafi gert breytingar í þessum leik, að við vorum að klára Evrópuleik og erfitt prógram og svoleiðis og við náttúrulega líklega erum að fara að sjá það nú næstunni, en ok, það var áhugavert að sjá Matip og Shaqiri, þeir voru að byrja sína fyrstu leiki á þessu tímabili og byrjum bara að sjá Shaqiri, hvernig fannst þér hann koma út?
Frábærlega, mér finnst hann bara geggjaður. Hann var bara mjög flottur alveg frá og þetta augljósa, hann fær 2 stoðsendingar skilt mér í leiknum sko. Svo það var svona óvanlega stoðsendingar að fá 2-falt sjálfsmark og svo aukaspyrnu sem hefði getið orðið mark ársins þarna ef hann hefði verið 12 mm neðar. En mér fannst hann líka bara frábær í þessu hlutverki, þeir voru aðeins að highlighta hann þarna og man ekki í hvaða þætti það var þarna í kringum þetta, að hann var líka bara mjög duglegur í pressunni og hann, alveg eins og þegar hann kom inn á í leiknum þar á undan, þá var hann móti París, hann var hlaupandi til að taka á hotn og var á fullri ferð í öllu, mjög flott móti París að hann hljóp út í hotfana og vildi henda stúkunni í gang sko. Og fagnaðarlætina strax farin að sveifla merkinu, þannig að bara allan hátt var þetta frábær innkoma og sýndi það bara klárlega að hann mun hafa hlutverk í þessu liði. Það var bara algjörlega ljóst fannst mér, bara að hann ætlaði að taka þennan möguleika og grípa hann með báðum fótum sko og gerði það virkilega. Það er bara, það var bara náttúrulega ógeðslega gaman að fylgjast með Twitter og bara bæði náttúrulega meðan á leiknum stóð og svo eftir leika sem fólk var að fara yfir performansin að þetta er svona með öflugri deildardebjúum held ég hjá nýjum Liverpool-manni eins og hann var þarna, það var bara ekkert að líta fram hjá því og hann sýndi náttúrulega í þessum leikjum í haust segi ég, það sem ég sammála alveg svenna með það voru alveg mótirar þar sem var alveg að svona, maður leyfði sér að vona það að við værum á einhverjum þessum stað og þar sýndi hann líka augljós gæði, þetta er gæða fótboltamaður og það er bara strax komið í ljós og ég er alveg sannfærður það að þetta 45 mínútna cameo sem var svo breytt þarna þegar kallinn vildi fara til taktíkinni í hálfleik og örugglega líka bara því hann ætlar hann örugglega stærra hlutverk á morgun heldur en kannski áður að þetta cameo mun þýða það að bara hann fær fljótlega fleiri mínútur og það er hægt að hvíla þessa þarna á efstu og jafnvel ídónum inn á miðjunni eins og var gert. Þetta var svona klárt 4-2-3-1 og þar fyrir aftan getur hann verið í öllum stöðunum, þannig að bara alveg pottþétt að hann er eftir þessa framistöðu komin inn í plön Klopp. Svenni, það virkaði eins og hann virtist alveg elskaði að vera að spila með þessu 3 fyrir fram að sér. Þetta var bara hlaðborð með því sérstaklega hvað hann er búin að vera að vinna með. Ég var stoltið hræddur að þegar þetta moment kæmi að hann yrði stoltið hauslaus og viltur, því að það er fullt af knattspyrnumönnum úti sem hafa hæfileika og orku en hann er með alla pakkan og svo hugafræði svo greinilega og hann er honum púlari bara með þetta saman, maður sér þessa ánægju og þessa elju og ég átti svo sem vona því við fengjum þetta bara svona eitt góðan barós korter hálftíma þar sem það myndi vera svona svo hauslaus æna hlaupandi hingað og þangað en mér fannst það bara að vera strax einhvern veginn í takti við liðið og spila alveg rosalega flottan leik, hann var ekkert að eyða orkunni til í ykkur rugl og vesinn, hann er náttúrulega óbúslega sterkur, óbúslega fljótur, mikil orka, en hún var einhvern veginn að fara á rétta stað og það ég átti ekki vona því, ég átti að sá alveg fyrir mér að þetta yrði eitthvað svona spenningur og færi meðmenn á svona mómenti, hann er bara mættur, gaurinn er bara mættur í Liverpool, hann er bara partur af þessu liði og og ekkert neitt meira með það, svo náttúrulega kannski við getum rætt að senda hvað gerist þegar Fabinho fara að spila líka, ég sá hann í Brasilíu leiknum og góðan daginn að eiga hann inni. Já, nákvæmlega, það líka með Shaqiri kemur hérna fyrir mót sleðar eins og Charlie Adam, ég veit ekki alveg hvort hann hafi efnaði, hann tók hann svolítið að lífi hérna í viðtali og svona, það hefur kannski eitthvað litað svona umræðu, kannski eitthvað litað Shaqiri eftir að fór frá Stoke eða einhver biturleiki, ég meina, þegar maður skoða sögunni honum, það var ekki það sem að vandamáli til mjög Bayern, hann var bara þar og eftir Robben og Ribery og félögum og svo sem spilaði töluvert hjá þeim þegar hann var þar, en það var ekkert að hugafarinu þannig hjá honum, ég veit ekki hvernig, ég sá ekkert alla Stoke-leiki, ég held að það sé ekkert að bera það saman, en það ég held að það sé frekar ódýrt að afskrifa vinnusemina hjá honum svona áður en hann byrjar að spila, Já, hefur Charlie Adam efnað því, og líka svona því líka því hann er að koma til okkar, þetta er svona svekkelsi, en við stundum með talaðum að menn séu of góði fyrir liðin sem eru í og ég held að og stundum tóldið frjálslega að fara með það, en ég held að hafa verið öllum ljóst að Shaqiri þurfti að vera betri staðheldur en Stoke. Frá fyrsta degi, það bara þegar hann fór, hann var líp og orða með Liverpool hálfa ráður, maður skildi ekki hvað var að gerast bara.
Ég á til tíst frá mér, sko, held ég 2015 og 16 bara hvað í anskotanum með Shaqiri að gera í Stoke, sko. Ég sko, hann fór úr því bara leið og hann heyrði það að væri möguleiki að vera að koma endanlega til Liverpool. Hann fór úr því að vera 1.54, 1.63 og bara við það að heyra það, sko. Það er methækkun hjá honum á milli liða, ég held að það sé ljóst. Maggi aðeins í restina þessa skiptingu, sko. Fyrsta lagi var þetta svolítið skakt, hann er nýbúinn að eiga þáttarni í þriðja markinu og svona flestra mati besti leikmaður Liverpool. Hann er að bli liðið vikunum sumum, en mér finnst ekki síður skrítið að Milner kem inn á, ekki til dæmis Fabinho eða Keita í þessari stöðu. Já, ég sammála því, en ég held náttúrulega bara að kallinn sé náttúrulega bara þess að hann er að tala þarna, fyrir að tala eitthvað ákveðið tweaks í systeminu sem hann var ekki ánægður með. Og ég reyndar að skil ekki hvað hann er að meina því, ég var Southampton ekkert verið að fara í gegnum okkur eða neitt þann háttinn. Auðvitað náttúrulega þessi 2 fyrstu mörk svo sem og þetta er náttúrulega allt mörk upp úr setpi, þannig að opna spilið það var ekkert flúendli, en ég meina samt Salah fekk hérna 2 mjög flott færi í fyrirhálfleiknum líka sem hann náði ekki að nýta. Er þetta bara svona meiri pragmatismi, hann er bara að loka þessum leik? Já, ég held það einhvern veginn og bara að nota leikin einhvern veginn, ég meina Shaqiri átti búin að vera frábær og ég held að hann spili 90 mínútur á morgun. Þú veist að Kallið var alveg búin að einhvern veginn sjá það sem var að sjá og hann klárlega vildi fá bara eins og að loka leiknum þarna og frekar það. Game management, þessu verða kallað þetta, erum við ekki bara að sjá það? Ég meina, eins og ég segi, og það er náttúrulega líka alveg ljóst mála, þetta er bara, já, klárlega viðbót við það sem Klopp hefur gert áður og þetta bara höfum við alveg viljað stundum og ég hef alveg sagt það, ef það er eitthvað sem ég verið ergjað með á því, þá finnst mér að stundum ekki nýta varamennin og stundum ekki alveg lesa leikina, en þarna gerðum það vel því, ég meina, ok, við vorum ekki að skapa mikið í seinni hálfleik, en Southampton fóru þeir eitthvað inn í tegin okkar í seinni hálfleik bara, beinlínis. Við bara lokuðum öllu og pressan okkar þarna ofalega var þannig að það var bara fínt og flott. Og ég meina, það er ekki það snemma á tímabilinu ennþá myndi ég að halda að menn þyrftu að fara mikla hvíld. James Milner þarf ekkert hvíld. Það er bara, hann getur hlaupið til Indlands og tilbaka og tekið leik eftir hádegi, sko. Það er einhvern veginn þannig sem lukkið er á honum núna, sko. Og þá eigum við líka bara leikmenn fyrir sem geta líka komið inn í liðið, sko. Já, ég sammála því þannig. Ég held að menn hafi bara, kallinn var bara, ég held að hann hafi alveg verið að meina þetta game management og sá eitthvað þarna sem að við sáum ekkert hinnir og bara eitthvað sem að hann er örugglega eitthvað atriði sem að hann er búin að vera að klippa á vídeóið sem hann er að gera og mér finnst eitt af því sem að mér finnst búið að vera flott í vetur sem að þetta er ekki lengur tilvílun ég var pínur hræddur að þessi Crystal Palace leikur væri svona pínur ekki grís en svona það var ekki alveg, það var svona eitthvað svona mestarhefni eitthvað, þetta er það ekki það lengur að þeir hafa bætt sig frá hverjum leiknum og bæði þetta að þú veist að brotna ekki niður við þetta jöfnunarmark og fara upp völlin og skora sigurmark á móti PSG, fara svo í þennan Southampton-leik og klára hann í hálfleik. Það er bara einhver added fókus sem að fylgir því örugglega bæði að vera sko ég klára því að takmarkið er náttúrulega einhver bikar og klára því líka með allar að vera þarna ofalega og þá ætlar hann bara nýta öll moment bara í þá. Ég held að þessi skiptinga hefur algjörlega verið þannig. Erum við ekki líka bara sjálfsvöldi bara Southampton liðið kemur, þú veist, þeir koma alveg klárlega til að halda stíinu eins og mörglið gera, þú veist, þetta er bara damage limitation hjá Hughes í seinni hálfleik, þannig að þessi leikur er unnin ótrúlega snemma, sko. Já, það verður náttúrulega rosa lítil stemming hérna í seinni, en ég er búin að fara 1,5-2 hringi með þessa skiptingu, sko, því að hérna þetta er bara spara orku og taktík og svona og ég hérna, svo er einhvern veginn að efast, menn akkur bara fekk hann ekki að spila þá 55-60 eitthvað svoleiðis, maðurinn sem... Já, taka einhvern af hinum þreymur út á hvila svo hérna var, ég veit ekki, svo dætt mér hug, gæti bara verið hugsalega, sko, ok, hérna eftir með, hérna, ég náttúrulega veit ekki hvernig Shaqiri í klefarum, en bara hérna er hleypaður inn á, þú ert að gera frábært mót, but guess what, ég er ræð. Milner, farið í sokkar og ég veit ekki, þetta er hérna, við vitum það náttúrulega ekki, en þetta virkaði og orkunótkurinn var miklu minni, við eigum svo eftir að sjá það náttúrulega morgun diskuterað eftir hverjir af þessum leikmönnum sem voru inn á, hverjir taka þátt í leiknum á morgun, en ég held að klopparinn sé bara hugsanlega bara pínu glúrin, sko, sveimur það. Tökum aðeins áfram hinn sem að kom inn í liði sem við svona vildum taka sérstaklega fyrir, sko. Neil Atkinson, hann talaði með sínum þætti að
sko Matip væri besti fjórði kosturinn í vörninni að Liverpool síðan Hippia 2009. Er hann ekki bara að staðfesta svolítið með þessum leik hjá honum? Jú, ég meina, sko... Jafnvel sko þriðji kostur getum við hort á það sko. Já, algjörlega. Ég hef stundum haft á tilfinningu með Matip að hann sé svona eins og Daniel Agger sagði einhvern tímann í viðtali að hann var ekki byggður til þess að spila fótbolta og það hefði alltaf verið að flækjast fyrir honum. Það finnst mann stundum eins og Matip sé ekki alveg byggður í þetta og sérstaklega þegar stendur hliðina á tröllinu sko sem er hollenska trölli sem er lægri en hann en samt stærri en hann. Hann var í landsliðinu, hann var í íslenska landsliðinu í körfu eða lagt það fyrir sig sko. Já, nákvæmlega sko. En þetta er klárlega góður strákur og góður fótboltamaður og náttúrulega við erum þetta par náttúrulega sem hlýtur bara að vera úr par nummer 1, Gómez og Van Dijk búin að vera frábærir og yndislegt að sjá drenginn blómstra við hliðina á Hollendingnum og náttúrulega við þurfum ekki að tala um Hollendinginn, hann er bara öðrum staði. En svo, þú veist, kemur Matip inn og stendur sína plikt og byrja svo næsta leik. Það er rosalega sterkt fyrir hann að fá að bara mæta í næsta leik, byrja hann, spila hann vel, ekkert, þú veist, engin mörk á sig og svo bara skorar hann bara alvöru, þú veist, solid Hippia að skalla upp í saman. Þú veist, þetta er bara, þetta var mér svo skrifað í handrit fyrir raun og veru bæði fyrir Matip og fyrir Shaqiri, þeirra innkoma, þetta er náttúrulega bara geggjað sko og miklu betra. Þetta er talað tölfræðan áðan sko, ég hugsa að þetta sé fyrsta skipti sem honum leið eins og hann var 1.95 sko, því að hann hefur aldrei getað neitt í þessum skallaboltum sko. Nei, nákvæmlega. En allavega mjög jákvætt og sko hann alltaf gleymið svolítið að hann kemur með einhverja plus 200 leikja reynslu frá Þýskalandi inn í enska boltan og í góðu liði þar og hann og Van Dijk eru búin að spila, ég held að ég tekið einhverja tölfræði, það voru 1200 mínútur plus sem þeir eru að spila saman og það voru sko einhver 9 mörk sem lágu, ég meina hann var alveg partur af því í fyrra þegar liðið fór að bæta sig varnarlega, þú veist, bara lenti hann ekki meðslum undir lokin, ekki rétt muna. Jú, og náttúrulega, og átti erfið sumar, en ég hef það bara tilfinninguna að Van Dijk geti tekið Moreno og gert bara miður úr honum, sko, ef hann fekk vera við síðan á. Það er eitthvað galdur hérna með þennan dreng, sko. Þetta verður jafnvel konum með fyrirsögn þá. En Maggi, eitt á þeir líka, sko, þú veist, það er ekkert langt síðan umræðan hjá okkur var mikið músahjörtu leikmanna, þeir ekki að horfa á liðið þá núna sem, þú veist, erum við ekki að horfa á liðtót alla völl og það er náttúrulega kannski mikið til klopp sem við búið þá til. Já, ég held að þessi þjóðverði sem var nappað frá Bayern München hefur náttúrulega klárlega sko líkamlegu styrkur liðsins er náttúrulega bara, þú bara berð þann ekkert saman við það sem við sáum kannski fyrir 2 árum og þá líka þessa litlu titti náttúrulega Shaqiri tekur náttúrulega 800 í bekk klárlega sko, þar sem hann er að koma en sko bara líkamlegu styrkur liðsins er náttúrulega bara allt annar og bara, þú veist, bara auðvitað frábært að vera að koma með markmann inn í boxið og Van Dijk að skalla en bara eitt af til dæmis vandræðum í setpiece atriðum er það að standa í fætinni sem hún lendir í þar og horfiði bara á djöflaganginn sem er bæði til við erum að sækja, við erum að verjast þessum setpiece atriðum, þannig að líkamlegu styrkur þessa liðs er náttúrulega bara allt annar og nákvæmlega músahjörtun, þú veist, það eru náttúrulega greinlegt að Alisson er svona maður sem að lætur heyri í sig, við heyrðum það úti þó hann sé auðvitað náttúrulega ekki að það komin í takt við liðið, þá hefur hann það í sér klárt mála að Van Dijk er þar inn á miðjunni ertu með þessa gauðra sem eru þarna rauninni Henderson og Miller á klárlega þar þannig að bara það er bara gegnumgangandi bara svona grimt solid look á liðinu og það er komið núna fram í október sko, auðvitað leikurinn á morgun svona alltaf einhver bónusleikur þó við viljum að sjálfsögðu vinna hann og vinna þessa bikarkeppni að þá verðum við komnir náttúrulega innan Chelsea leikur lok september og búin að spila einhverja 8 leiki og erfi verkefni og við sjáum bara grimt lúk á þeim og það er bara töluvert breyting og hvað þá ef við erum eins og núna að upplifa það að Shaqiri og Matip kom inn og Matip var að vera hvað sem maður leiksins á ákveðnum miðlum líka og það líka gaurarnir sem er að koma inn á sem er alveg tilbúnir í slæginn og þú veist að maður einhvern veginn upplifir það að þegar hann skorar þá eru þeir hlaupandi Joe Bigman og þeir eru að gleiðast með honum því að hann er auðvitað búin að mikið meiddur eins og Svenni var að lýsa á þannig að líka bara svona einhvern veginn lúkkið á öllu í kringum liðið er bara þar og mér fannst
það einhvern veginn skín í gegn, það engin tilvíli við skorum þetta marka móti París í síðustu viku, maður sér það meira og meira að það bara þannig að þeir eru bara með gríðarlega liðsheild og hafa gríðarlega trú á því sem þeir að gera og það sprettur auðvitað líka af því að þú ert einhvern veginn að spila fótbolta með kassan úti og það er það sem manni finnst einhvern veginn liðið verið að gera núna, það er að spila með kassan úti sko. Og við getum alltaf bara velt fyrir okkur þessum mörkamóti í París sem alltaf annað algjör hending og hrikalega einstaklingsmistökur og sóknarmanna sko vera breytingin í varnarleiknum meðal annars þessi að það er enginn að ýta þessum gaurum frá sér, hvort sem það eru eins og í helgina Van Dijk og Matip þegar að koma inn á og jafnvel þessar bakverðir líka hendu alveg þannig að standa fyrir sín í miðjunni þannig að það er ógeðslega erfitt að fara í gegnum vörninni okkur vegna þess að þetta eru bara kallar með kassan úti. Þetta er góð punktur í mitt að nota þessa sammengingu, sko. Við erum með marga leiðtoga í liðinu því að það skiptir bara svo baslega máli og það er eins og vakkar að lýsa. Þessi holning á liðinu, sko, og við erum að sjá, þarna sko engin keðja er sterkari heldur að veika til hekkurinn, sko, og einhvern veginn, og það er svo veika til hekkurinn, sko, hvers að mann að við erum ekki að finna mikið aðeins núna, að þetta verður allt svo sterkt saman, sko. Og mikilvægast að styrkja það og þeir eru nú heldur betur búin að fara í það núna í sumar, það er alveg ljóst og undanfarið rúmlega ár. Já, þú ert líka sko með þessa leiðtoga, sjá mannið sem Miller og svona inspirationi, þú ert ekki að fara að lufsa sig í einhverjum dúkubolta þegar þú ert að spila við hliðina mannið sem minni. Þú horfir að mannin taka þetta besta leikmenn í heiminum og niðurlægja hann og þú ert bara, þú bara hell fucking yeah, þú heldur þetta menn að blása hver öðrum í brjóst þegar svona stemning í liður. Þetta myndi bara Heiðar Helgu móti Pavel Nedved þetta árið þegar maður henti hann bara upp í stúku og yfir hlaupabrautina. Já, bara ströy. Svenni, það er þá bara, ég held að segja, við tökum núna, það er ekkert hægt annað eftir 7 sigurleiki í röð að taka stöðutek á spurningu sem móti að stundum tekið áður en erum við að horfa besta lið Liverpool síðan úrvalsdeildin og stoppum þar allavega, við förum ekki við klára meistaratitilláðinu, förum að tölum hinn liðin en erum við það ekki allavega orðin farin að nálgast það? Klárlega frá því að úrvalsdeildin, eða sko, ég er náttúrulega sko, þegar þú varst með Stígheilan, Sturridge, Suárez og Sterling og tala ekki bara Stígheilan Gerrard þar fyrir aftan, þá náttúrulega voruð með óbóðslega skemmtilegt sóknarlið en ekki með viðlíka vörn og það hafa verið góðir einstaklingar. Það er þessi stóri munur og við vissum það náttúrulega þegar þetta frábæra lið gat skoraði að vild að þá þurftu að hafa brasilíska stílinn á því að skora bara meira heldur en anstæðingunum því að við vorum að fá á okkur mörk. Og það er þetta svona skemmtilega að vera að upplifa það núna að geta jafnvel horft í spegil og svona, heyrðu, við bara með bestu vörnina í premis. Það er einhvern veginn eitthvað sem er bara á erfitt með að koma út úr sér. Heyrðu, ég hyggst að því. Því að þetta er eitthvað sem er búið svo fjarlægt manni. Og ef við erum bara sængjarnir, þá er front 3 og sóknin, við þurfum ekki að ræða þessu. En núna erum við með besta miðvörð í heiminu, við erum með besta markmann í heimi og ég held að segja það besta sem við bara frá því að þessi úrvalsdeildin byrjaði. Já. Mér finnst svolítið þessu þróunum 2018 þar sem ég er að velta fyrir mig hvort við höfum ekki verið að sko taka best of both hjá bæði Benítez og Rodgers. Ég veit að miðjan er ekki jafn góð hjá okkur núna og var til dæmis hjá Benítez en sko bara þessi bæting varnarlega markmaður og Van Dijk, ég meina Van Dijk kemur alveg greina bara í umræðum besta leikmann liðsins, hann bara er alveg inn í umræðinu þar bara finnst mér með Salah og Firmino og Mané. Og ég held að þetta er eitt að jákvæðasta í þessum átuleik og hann alltaf frábær leikur í Salah. Hann kannski skoraði ekki þessi þrennir sem hann gert kannski fyrra. Ég meina þessi frammistaðans í leiknum var kannski bara beint í framhald af því sem við vorum að tala um í síðasta podcasti með það að hann væri að fara að stíga upp.
sko, varandi þennan samanburð, þá hlustaði ég á David Moyes þarna í beinni á sunnudeginum, þar sem voru að fara yfir þetta og það sem voru að tala Liverpool, sko, og ég meina, hann hefur alveg marga punta í að þetta var alltaf geggjað lið og hann vildi meina að þetta væri nú sennilega besta liði sem ekki vann ensku deildina þarna 2008-2009 sem að fyrir á, og hann nefnir tók Old Trafford leikinn sem svona einn af einhverjum, hvað tala hann 3 leikjum þar sem að United var algjörlega outplayed og eini Old Trafford, þannig að þeir voru að velta þessu hlutum upp, þannig að þetta var auðvitað geggjað fótboltalið og ef við hefðum sko, ekki koksað þarna einmitt á nokkrum léttum heimaleikjum á hausti þá hefði það lið orðið meistari. Já, Maggi, eða þá hefðum haft sko eitthvað á bekknum annað en David Ngog sem við höfum það núna. Já, ákvæmlega og Ryan Babel og Andrea Dossena, já, frábært á markið Old Trafford var, alveg sammála, þannig að þetta kannski þurfum við að því ég held að það sé ennþá það lið í sögu Liverpool sem hann hefur náð flestum stigum eftir úrvalsdeildina en það stefnir alltaf allt í það að við förum yfir þau 86, þannig að ég held að eins og Svenni segir þá erum við sko, ég sko liðið fyrra var ekki komin á þann stall fannst mér eins og þetta lið 2008-2009 en klárlega núna þá finnst bara eins og þetta er að ganga núna þá er ekkert veikleikar, ég algjörlega sammála því að varnarleikurinn hann er geggjaður og meina, kannski eina sem að maður kemur mér á óvart er náttúrulega bara hversu geggjaðir þessi 3 miðjumenn Van Eldum, Henderson og Milner hafa verið í vetur og í vetur er engin miðjar sem hefur alveg ráðið við það og meina Parísarmennir klárlega klöpuðu leiknum inn á miðjunni, það var bara gjössalega vaðið yfir þá. Þannig að þar kannski er einhvern veginn spurningin, en svo lítum við, ok, segjum að einhverjir er að detti út, þá eru bara með 95 milljónir punda á bekknum, með 98 milljónir byrjaðar að spila. Að líka Svenni. Þeir með alveg eiga sína vondu leiki, þá bara koma inn þarna leikmenn sem eru í brasilíska landsliðinu og lykilmaður í góðu afrísku landsliði búin að meika það í búndesleikunni. Þannig að þetta er sko breiddin, ef við myndum sko, ég finnst ennþá vera svolítið að dæma 11 móti 11 2008-2009, en ef við ætlum að fara að tala um besta leikmannhópinn frá því að úrvalsdeildin var stofnuð, þá er það sé klárt og það verður Klopp bara að því við höfum gegnum tíðina verið velta fyrir okkur út hann keypti ekki fleiri og eitthvað svona, núna er hann bara komið með 22 leikmannahóp sem er algjörlega geggjaður. Þessi spurning snýr samt alveg að hópnum, þetta hópur var alveg mikilvægur 2008-2009 eins og núna og Klopp er alveg inni þessari jöfnu og þessari spurningu, ég meina sko, til dæmis, tökum bara dæmi þessi 2013 lið og 2009 liðið. Varnarleikurinn núna undanfarið allavega 1920 leiki er bara, þróunin er þannig að við erum að fara að lenda einhvers staðar milli 25 og 30 mörk max á okkur. Það er bara Benítez formið. Það er besta tímabil Benítez var 25 mörk á sig og þetta var einhvers staðar í kringum 25-28 þegar liðið var sem best. Liðið hjá Rodgers sem skoraði 101 mark sem er náttúrulega geggjað yfir eitt tímabil. Þeir voru búin að skora þeir náðu að skora 14. markið á tímabilinu það tímabil sko í október. Það er rúmlega mánuður í það með þetta lið sko sem er ekki ennþá, þú veist að tala við sem ekki ennþá komnir á stað sóknarlega sem er náttúrulega smá geggjað sko. Ég meina það er tilfinningun úr þessu leikjum sko. Já, sammála. Algjörlega sammála. Það fæði líður ekki, þetta er sturla lið og gott sem Maggi kemur inn á, þetta er ekki bara einmitt 11 á móti 11, sko, og þetta líka með það, hvernig Milner og Wijnaldum, sérstaklega þeir og aðalega kannski Superman Milner, við erum að fá hérna, við vorum allir fróðafellandi, við erum að fá Keita loksins bara inn og djúvill á að gera og græja og það er pústlið og eitthvað og svo Fabinho líka, já, sæll, og það var komið annað pústl. Hvað gerist? Við erum bara, strákarnir sem, þessi strengir sem eru virkilega góði leikmenn, þeir eru að eiga bara sitt besta tímabil ever, það er eitthvað að Milner, það þarf að taka lyfjapróf, korters fresti, það er eitthvað eftir spooky, sko. Það er líka eitt risafaktor í þessu strákar sem við verðum að mála taka inn í myndina þegar við verðum að bera svona saman, þú veist, þetta er alltaf erfitt að bera svona saman, en það er náttúrulega 0 vandræði, sko, utanvallar í gangi, hérna, milli stjórnar og eiganda og stjóra sem var í bæði skiptin 2008-09, þá var allt í hassi, sko, og ég meina, það var líka tímanni á Rodgers, hann var alltaf að vinna á móti, einhvern veginn fannst manni, þessar leikmannanefnd og leikmannaköpið fyrir það tímabil var ekkert góð, sko, þannig, það bara small allt í liðinu, sko. Þessu 11 mann liða, hann var alltaf ekkert í Evrópukeppni sem skiptir náttúrulega gífurlegu máli. Þetta er alveg hárrétt, þetta er góð bundur. Þetta er publeikur, hérna, ein tölfræði að lokum ekki Alisson, þið verðið að hlusta, þetta er svolítið flókið, en sko á þeim 111 vikum sem að Klopp hefur verið stjórinn hjá Liverpool,
þá hefur liðið sem sagt bara 14 sinnum fengið á sig færri mörk heldur en vænt mörk í leik, expected goal against, tölfræðin sem mikið verið að nota núna og það er alveg smá vitt í þessu að horfa á þetta svona. Ok, 14 vikur af þessum 111 hefur liðið sem sagt ekki fengið á sig jafn mikið af mörkum eða meira en þeir áttu að fá samkvæmt gangi leiksins. 12 af þessum 14 vikum voru síðustu 12 vikur, þú veist sem sagt. Já, Segir þetta ekki soldið svo náttúrulega sérstaklega markmanninn og jafnvel kannski inn á vörnina. Ég hef ekki séð betri leið til að mæla í rauninni. Nei, ég sammála því og við skulum ekki taka neitt á Alisson sko, hann tekur flottan bolta á nærstönginu þarna í lokinn á leiknum sem var kannski eina skot Southampton og Ramma sem var og það er bara enn og aftur líka frábært að vera komin með einhvern mann sem að verist vera fram eftir öllu ná að bara standa upp á tám og vera tilbúinn, það er enn eitt nýja skrefi sem við kannski hefum ekkert mikið verið að sjá og ég er ógeðslega glaður með þessa byrjun mér finnst það strax vera búin að bæta við sig menn hann er kannski aðeins of safe fyrir minn svona tebolla þegar hann að fá boltan tilbaka ég held að hann eftir að koma tilbaka með það en ég held að hann hafi bara sýnt það frá því að fékk þetta marka sem mútið Leicester að hann, eins og ég sagði kannski þættinum eftir það ég var alveg handviss það að hann myndi læra á því og fara í gegnum núna hluti í framhaldinu sem að myndi búa hann í haginn og ég held að það sé bara Þetta er líka ekkert sem hann hefur verið að lenda í reglulega ekki á Ítalíu eða þannig sko Alls ekki Alveg sammála því, þannig ég Alisson er klárlega bara uppgreit og bara það að fólk var kannski að kalla því að minnuleik fengi ekki leik á morgun en bara líka vegna þess að hann er gríðarlega vinsæll í borginni og mér skilst það var ekki bara ég sem þurfti að fara að kaupa markmannstari fyrir dóttur mína þarna í ágúst, mér heyrist að hann sé bara hvað sé konið í 3. eða 4. sæti við seldar treyjur á Liverpool og það auðvitað bara gefur bara ákveðna vísbendingu á það Hann er þetta í flottasta búningu líka, þessi guli. Þessi guli ekki, samanlega því. En þannig að mér finnst bara, það er bara líka annað og enn eitt nýtt sem að við höfum bara ekkert haft í ykkur 5-7 ár. Þannig að ég, mestarar í vor sem Svenni er að segja, er náttúrulega bara algjörlega þannig að hef lækað það svona 8.000 sinnum, en það er allt hefur allt annað ringtúið núna heldur en það hefur haft fram að þessu. Meiri sannfæringi í lækinu. Meiri sannfæringi í lækinu núna. Ég verður óþolandi Svenni þegar loksins lendir maður. En það eru margir fættir að kvíða því, maður heyri það. Já. En Alisson, hann er líka bara að sýna okkur að menn með allskegga, þeir eru alltaf líklegir til þess að gera góða hluti og Hjartalega samanlega. Algjörlega. Svo náttúrulega Vesavík Alisson er náttúrulega lendir samt í tína núna eins og varnarleikurinn það er náttúrulega hann verður alltaf skotin í stuð eins og við höfum séð hvaða Pétur Pál sem er komið á Anfield og þeir eru skottir í stuð og svo eru þeir bara að sína leik lífsins þetta hefur gerst allt og það er eitthvað sem Alisson er ekki að fara að upplega og það er náttúrulega ákveðið listi því og við sjáum þetta alltaf hjá mörgum af þessum bestu liðum og þessum bestu markmannir sem fá ekki mikið að gera en eru samt onnit þegar þess þarf og við erum að sjá það alveg Alisson það er kannski lítið að vera en svo bara komum Þetta var hálfljótt í síðasta leik að var eins og verið að skilja hann út undan sem er náttúrulega bara ekkert fallegt. Já, nákvæmlega. Hann er bara að klóra sér í skegginu bara á 10. sætur og just like Maggi. Já, akkurat. Tökum þetta aðeins áður en við förum í Chelsea, ég ætla aðeins að snerta á hinum toppliðunum og bara byrja þér Svenni, hvaða lið af United, Arsenal og Tottenham myndir að halda þessi líklegast til að landa meistaradeild-sætinu núna með að við hvernig þetta mótir að byrja eða þú veist, ekkert endilega þessu bara eitt ef þú sér 2 þá bara tjáur þig. Ég held að Tottenham sé fyrir mér líklegastir þeir eru þetta búin að vera dálítið brothættir undanfarið en þetta er bara frábært lið, frábært stjóri núna er ég bara var að horfa upp á Derby vinna United á Old Trafford og ég er bara svo skíthrættur það það er að fjara undan mínu manni Mourinho og Maggi, hann er ekki að meina eins og þú
Minn maður sko, Mourinho, ég vil hann náttúrulega eins og bara hafa hann sem allra lengst og við vitum náttúrulega hvaða gæði eru í þessu United-liði og ef það kemur þetta maður sem með hálfan haus og næra binda liðið saman og þá getur þeir fara að sóta á þetta sæti en svo staðinn núna þá finnst mér Tottenham líklega. Það Arsenal og brotatir, United í tjóni en Tottenham bara með best spilandi lið og besta stjóran. Maggi, sammála þessu? Já, ég held það. Ég held það. Ég sé ekki að bæta mjög við það. Ég deilið því alveg að það var dálítið sko, mér fannst ég einmitt þessi leikur United helgina það svona, hann klárlega hefur svona kýlt United menn í magan og hvað það kvöldi í kvöld og bara þetta það þrír Liverpool uppaldir menn sem að spiluðu stóra rullu þarna í þessum leik í kvöld sem að ég gleðst einstaklega með og mikið sem Harry Wilson fær gott í kladdan hefur mér við að skella 5 fingrum í loftið hann skora þetta flotta mark, það gott að sjá það. Er það ílast með þetta mark? Þetta fáránlegt mark, hann hefur löpp þessi strákur, það bara þannig. En ég alveg sammála þessu hjá Svenna, eins og þetta lítur út núna þá bara Tottenham bara voru búin að vera í smá lægð og Pochettino var brjálaður eftir en hann var ekki interleikur í Evrópukeppninni þannig að það var hann ég horfði aðeins á það á móti Brighton og þetta var náttúrulega bara klárt mál að hann var búinn að fara vel yfir það því að þó að leikurinn var að fara 2-1 og það voru þeir algjörlega með þennan í höndunum sem var ólíkt því sem hefur verið og þetta Arsenal-lið var náttúrulega bara mjög heppið gegn Everton og ég held alltaf með liðin sem spilaði við Everton þannig að það bara þannig og verður alltaf þannig þannig að þetta er náttúrulega rangstöðumark og Cech náttúrulega varði þarna í ákveðnum stundum sem leik mjög flott og Arsenal er nú ekki búið með mjög þungt og erfitt prógram sko. Þannig að ég held að sé Tottenham, ég held að sé bara þannig. Tökum aðeins Svenni þetta United-lið, þeir náttúrulega eins og segja voru að detta út í deildabikarnum og segjum við einu sinni United voru að detta út í deildabikarnum? Já, og það töpu stiga móti Brighton og Wolves og þetta 8 stiga okkur til dæmis bara strax eftir þennan stutta tíma, ekki þess kannski, þetta alltaf snemmt að fara að tala um það þannig, heldur að sé orðið heitt undir Mourinho, heldur að sé alvörun heitt undir hann eftir þessi 2 leiki til dæmis núna í þessari viku? Ég held að þetta, ég sko, það liggja eitthvað aðeins í loftinu, en ég held að ég hlýtur að vera orðin reikur núna og þú veist að því að sko fótbolti, saga, fótbolti, hefðir, fótbolti, svona, þetta svo mikil passion og Sir Alex mætir á svæðið á fyrsta leik sinn og þetta þeir gátu ekki spila betur fyrir hann heldur en þetta og til þess að svara því sko, þeirri drullu að þá detta út á móti derby og þeir voru með Lukaku og þeir voru með Martial og þeir voru með Fellaini og þeir voru með Mata, þú veist, það ekki svo hafi verið, og Young, þú veist, þeir voru með lið, sko. Þannig að jú, fjöndir hafið það, hann lítur að vera að fara að hitna og það miður. Þú sér það líka, hann hefur lent í því oft og það náttúrulega bara orðið svo mikið powerplay hjá þessum leikmönnum, við tala ekki þegar við erum með umbóðsmenn eins og Raiola og Mendes og svona, ég meina hann að segja núna ítrekka eftir leiki, Pogba, we should attack and press like we did against. Það rugl, sko. En sko, mér sáði klippið af markanum með Pogba, sko, þetta Úlfamark, sko, byrjiði saman miðjumennin okkar við þennan náttúrulega góða fótboltamann. Hann sá sem tapar boltanum og þegar sko boltinn fer undan kantinn það líður ykkur 15 sekúndur svo þegar Úlfarnir skora sjáðu hvert Pogba komin. Þetta maðurinn sem að vinnur boltan af honum sem skora markið. Það Pogba þá sko 10-15 metrum á jogginu fyrir utan tegin ekki að gera neitt og það náttúrulega bara það sem svo klárt í þessu að því maður búin að fylgjast allt og lengi með þessum Mourinho að hann kann ekki held ég að búa til Mourinho lið úr þessum mönnum þannig að ég alveg sammála Svenna í því að einhver nýr framkvæmdastjóri með annað outlook gæti gert ýmislegt þetta lið en ég held að sé alveg orðið klárt að Mourinho nær því ekki svo bara megi hann vera þarna sem allra leik. Það verður vondur dagur þegar Zidane mætir Já, ég alveg skítræddur við það. Eða Pochettino þess vegna einhver því að við vitum allir að það alveg klárt mál að United hefur ennþá heljaran attraction fyrir heimsklassa framkvæmdastjóra. Já, Mourinho skilur líka örugglega eftir sig og við hann sjálfan bara þræl gott lið og kannski betra að taka við af Mourinho heldur en var til dæmis að klárlega Moyes og jafnvel
Já, jafnvel Van Gaal, hann var, já, tók nú við ágætislið, ég segi það ekki, United með þá má ágætis hóp, hann sko annars Svenni var þetta Pogba, hann ekki hann þetta búin að vera ágætur hjá þeim, en sko, hann hlýtur líka að vera að grafa þess undan Mourinho og hvað hann að ná til þessa leikmanna, ég meina, miðað við launapakkan hjá Sanchez og hvað gerðu til að fá hann, þá náttúrulega hann getur ekki annað verið en þessi gríðalegt áhyggjefni hvað hann litl úturinn. Hvernig heldur til dæmis að Sanchez væri hjá Klopp? Ég held að Sanchez væri flottur hjá Klopp. Ég held að sé maður sem þetta tilfinningaríkur strákur og maður sér það alveg á honum þegar vel gengur og mikið gleði og orka og þú veist, ég sæði alveg fyrir mér í Liverpool, í Klopp Liverpool, algjörlega. Bara Sanchez eins og svo margir aðrir og núna einmitt maður kannski fann að sjá til mis bara. Við sáum það í AHM, sko, svo góða leikmann sem svo Pogba sko, þetta er svo að mæta í eitthvað svona kapplaup og vera með pútulhund, sko. Þetta er eitthvað rosalega þú veist hvað hann getur, sko, og það er ekki að nást út og það er bara, við sjáum þessa orku, við sjáum þessa gleði sem í Liverpool-liðinu og ég veit að, sko, ef það er eitthvað sem þeir United menn sem ég þekki til, þú veist, það er þetta sem þeir hata eitthvað mest, það er ekki gleði, það er ekki bros og það er þessi fíla og núna er þetta með Mourinho sem hafði þó allavega það, að hann var oftast sett hann veggin og varði sína menn, núna er það bara að missa það, sko. Og þetta er svo með skemmtilega frændan í hverju fjölskyldur sem allir bara svona leiðilegur og okkur langar ennþá að sé skemmtilegur því að, þú veist, Mourinho er bara hund leiðilegur og hann næri ekki að hrífa fólk með sér, sko. Og þetta, við getum þetta bara haldið umræðu peningana fyrir utan þetta, því að sko hvers þú lítur á Sanchez pakkin eða Pogba eða þetta eru dýrir leikmenn sem að fá að hellingi laun og þetta er náttúrulega bara ógeðslega dýrt að koma ekkert út úr þessu. En svo segi, ég svo makki segi, bara megi þetta verða sem lengst. Eitt að lokum, það ágætt að tala aðstöð þegar það gengur illa hjá þeim, en ekki eitt að lokum, punkturinn frá Carragher daginn og kannski beinu framhald af þessari Sanchez umræðu. Erum við ekki til dæmis að horfa á það að leikmaður eins og Rashford, er þetta ótímabær umræða fyrir þá að hann þyrfti að fara að hugsa sinn gang, ekki kannski upp á spilatíma, heldur meira upp á sko, hlutverk í liðinu, hann þetta er svona Michael Owen efni nánast í þegar kemur fram á sjónarsviðið en það virðist vera allavega er ekki hægt að segja þessi aðeins að fjara undanfærin 1-2 ár. Alveg klálega, Marcus Rashford gerir náttúrulega þau slæmi mjög stökkavæli United fram við Liverpool, hann hefur bara komið til Liverpool, hann var allt önnum stað þar en það sem Mourinho og þessi tölfræðin sem fóru að tala með Rashford náttúrulega þegar við fóru að rýna í hana þá voru það náttúrulega í mjög mikið af leikjum sem að kannski voru minni leikirnir sem að heldur en þessi stærri og hann hefur yfirleitt verið kippt út af þar eða komið sent inn á þannig að það er engin spurning að fyrir Rashford þá er þetta ekki að ganga vel og eitt af því sem að Mourinho hefur náttúrulega gert, hann hefur verið að kaupa alls konar framherja og það er bara engin framherja þegar hann hugsanlega kannski þetta er Lukaku eitthvað að springa út og það er auðvitað bara út af leikstíl. Ég meina, Alexis Sanchez var ekki svona lélegur leikmaður, við skulum alveg átta okkur á því, hann er að fá 450.000 pund og þeir geta valið sér liði í Evrópu, hann valdi sér Manchester United, hvað er hann búinn að skora? Ég veist að 2 mörk eða eitthvað, þetta er eitthvað svo fáránlegt. Martial var það sko, hann var sambland af nýja Henry Messi og Zidane sko og hann er á samstað, þannig að það er ekki lengur það að, þú veist, Mourinho getur ekki bent á það að hann sé svona frábær stjóri eða eitthvað sé svona gott í gangi, það er bara svo augljóst mál að leikstíll liðsins hentar ekki þessum góðu framherjum, þessir til dæmis 3 eru Sanchez, Martial og Rashford, menn geta ekki lengur tala það sem eitthvað svona bara eitthvað svona, bara að þeir séu allir svona ómögulegir eða það sé eitthvað svona óhefni í gangi, það bara leikstíllinn er klárlega ekki að virka fyrir þessa fljótu teknísku striker svona attacking midfielder forward típur sem að þeir eru allir. Lukaku er þessi sem er að hirða krossan og svona kannski svona Drogba-stæl center sem Mourinho hefur verið með en hann einhvern veginn er bara ekkert, þetta mótjó er bara ekkert að virka og það bara þessar klippur sem ég sá þessum úlfaleika, þá voru úlfarnir alveg, þó þeir séu náttúrulega úlfarnir með mjög gott lið og þeir voru algjörlega worth þessar sticks sem þeir tóku Old Trafford og svo minna það, þú veist, eins og Svenni sagði hann, þeir Darby-menn fara þarna og það er að því að Darby nú vitli númer 2 í Englandi, þeir hafa ekkert verið að gera endilega gott mót og búin að vera í svona stopp-start brass í næstastu deild
og ekki, já, bara almennt sko, já, þeir eru ágætir núna ekki, Peppi fyrir Rotherham fyrir 3 vikum og Lampard reikin í stúku og svona sko, þannig að þeir eru ekkert á einhverjum, þetta er ekkert fullmótuð klárt lið sem kemur á Trafford og fara sér marki upp á þetta tíma og tekur svo vítakeppnina, þannig að það er ekkert spurningin um það, þetta er bara sko, þetta er dead man walking, að mínu viti. Ég er búin að segja það svo sem lengi, ég sagði það fyrst þetta fyrir 1,5 ári þegar Kristján vinnur okkar kom hérna í þetta, Mourinho er hér í Manchester United dead man walking. Það er ekkert í spilunum sem maður sér hann geta gert til þess að breyta þessu til einhvers lengri tíma. Hann tekur einhver svona rispur, fer í gang með eitthvað og svo bara koma svona 2 leikir og þú veist, þá finnur þau bara hvað, þú veist, íslenski United aðdáendur hérna, ég á nokkar hérna á Facebook sem ég var að lesa hérna í þættinum, Mourinho vagnin, hann hafði verið að setja sko 3. kerfinu aftan í Mourinho vagnin á Facebook hjá mér sko, að þessum mönnum sem vilja bara eru komnir á þann vagn og veist hvað haldið að sé þá þessum vilja ennþá harðar en það núti, það er bara þannig að þetta er komið á þennan stað. Hvenær þeir klipp út, ég þetta sagði við bróður minn sem er haldinn þeirri hræðilega litningakalla halda með þessu liði, að sko ég held að það sé miklu frekar það að þeir séu bara á einhverjum staðnum hvort að sítan er tilbúin eða á hvaða tímapunkti einhver sem þeir vilja fá losnar. Ég held að það sé bara málið þeirra núna, þeir eru bara, Mourinho hefur ákveðið svona eitthvað attraction ennþá sem að þeir eru bara að halda í, en leið og þeir eru eitthvað sjens á að fá einstakling sem þeir vilja fá, þá stökku þær á það. Ég er alveg sannfærður. Bara eins og við gerum í Rodgers, hérna ágætt að minna á sponsorinn, við erum í boði Egils Gull United menni, ef þið eru að hlusta, það er rosalega gott að drekka Egils Gull. Við höfum oft gert það. Oft og léttur. En ég tek undir með Magga og mér finnst þetta líka bara kristallegasta tíð þegar við horfðum náttúrulega allir á HM og maður sá þetta monster í belgíska landsliðinu, Lukaku, bara Jesus Christ. Og hver er þessi leikmaður og hvað kom fyrir, er hann loksins svona heillið að maður var svona bara hver er þetta? Og ég hugsaði bara, ef hann verður svona með United, þetta verður eitthvað. Og svo, nei, svo er þetta bara, já, dead man walking, samanlega. Ég er svo illa heilað þeim, ég er ennþá hræddur að United náðu nú meistaratitilsætinu þegar ég ætti að spá núna, myndi ég spá því, en það vonandi verður eitthvað sem hægt að geta grína með fyrir í vor. Manchester City, Svenni, tökum þá að hérna, sko Liverpool, það er til nóga nördum að taka fram á svona tölfræði, samkvæmt Euro Club Index, þess að hvar þeir eru í styrkleikaröðinu mótherjarnir hjá þessum toppliðum, þá hefur Liverpool átt svolítið áberandi erfið eftir prógrami í byrjun og Manchester City þeir áttu auðveldasta prógramið. Er eitthvað þarna fyrir okkur að halda í, heldur að þeir geti eitthvað gefið eftir á næstu vikum, eða erum við að hérna horfa aftur á svona ofurlið klára þetta sko? Ég er bara skýt lofendur hættu við City, þeir eru sko það verður samt sem áður ef að sko, og lið sem reyna að spila fótbolta gegn þeim sko, þeim er bara refsað, þeim er slátrað og þeir eru í sláturtíð og svo segir við tölum við áðan að við erum á þessu stað í deildinni og okkur finnst við ekki hafa kikkað meðlega inn og þetta er sérstætt en þeir eru búin að kikka inn en ég er raun og vera að farlótt kannski það hljómar en þá er ég að vonast til þess að það sem verður skilja á milli þessara liða það verði vörn og markværsla sko. að það verði færri slys hjá okkur því þetta eru klárlega mjög sterk lið bæði tvö og ég einhvern veginn með grunna það lið sem mun gera færri slys aftast það er lið sem er að fara að klára það. Við erum búin að hafa færri mörk á okkur heldur en þeir á þessi tímabili en við erum reyndar búin að gera fleiri slys í þeim. Já, exakt. Horfa hann, já, þetta er góð punktur. Við ætlum að vonandi erum að horfa í töluvert meiri samkeppni. Þeir eiga aðeins erfiðara prógram næstu umferðin meðan þeir fengu náttúrulega bara nánast í gefins rönn í byrjun tímabilis. Við sögðum það líka alveg fyrir mót, sko, þetta. Já. Leit áberandi best út af þeim. En ég held að það sé ekki mikið sem við þurfum að stoppa við þetta City liði bilið, þeir eru náttúrulega bara eins og Liverpool byrja bara að halda bara áfram það sem frá var horfið. Maggi, við endum þetta á Chelsea, við eigum 2 leiki við þá, þetta er bara að fara að verða eins og Benítez tímanum, alltaf Chelsea
og endum allir fáum það ekki nei, við getum það ekki í meistaradeildinni, alveg rétt. Vá, þetta var ekki einu sinni, ég var ekki einu sinni að gera þetta viljandi, þetta var bara rifjaðist upp fyrir mér. Hérna, bara einfalt Maggi, eru þeir komnir til að vera í baráttunni við City og Liverpool? Eða er kannski fullsnefnt að tala þessa þriggja liða baráttu, eru þeir meiri? Mér hefur fundist, ég alveg sammála sem Klopp sagði á blaðamannafundinum, mér finnst að hann Sarri hafa verið alveg ótrúlega duglegur og bara þessi leikur helgina reyndar alltaf var Jarmolenko alltaf fekk hann algjöran deddar allir að vinna það, en þeir voru sterkari í aðilinn á móti Vestam og bara við lúkka bara flott. Það því sögðu þá náttúrulega held ég að ótrúlega skemmtilegt ég geta sagt á uppátt að þá breiddin okkar meiri heldur en Chelsea og þeir munu klárlega hvíla liðið sitt því að þeir eru allir búin að vera að spila á sínum lykilmönnum öllum leikjum allar mínútur, Hazard og þessi gaurar sem skipta það máli, Jorginho á miðjunni, þannig að þeir munu klárlega vera að spila á svona meiri óreyndum nöfnum heldur við erum að fara að gera, þannig að við eigum bara að geta litið björtum augum á það, en ég er alveg sannfærður það að Chelsea verður eins og þetta lítur út í dag, að þá verður Chelsea klárlega í meistaradeildarsæti þegar mótið klárast. Ég meina, árið í fyrra var náttúrulega í rauninni eitt, fyrir utan þetta Leicester sem við vissum allir erfitt, að þá náttúrulega þetta var alveg ótrúlega mikið hrun á þessu Chelsea liði milli ára og þarna eru náttúrulega alveg geggjaðir fótboltamenn í þessu Chelsea liði sem að svolítið bara einhvern veginn töpuðu allir mótsjóðinu saman þarna í einhverju fílu við Conte, unnu samt bikar og þá væri allir í urrandi fílu þarna Þannig að þetta er náttúrulega bara hörku flottir fótboltamenn og þegar leikurinn á laugardaginn í deildinni verður klárlega eitt af topp 3 erfiðustu útileikjum okkar í vetur. Ég er alveg sannfærður að þar verður alvöru barátta á Stamford Bridge þó að ég hræðist hann ekkert, þá er þetta Chelsea-lið sem mun verða á laugardaginn klárlega eitt af 3 bestu liðum deildarinnar í dag, alveg klárt. Svenni, það er ljóst. Þetta er langt tímabil. Þetta er með langt tímabil og við horfum í það og þetta er rétt að maka. Stóri munurinn er þessi breidd. Chelsea með gott lið, en ef þeir missa Jorginho eins og hann er búin að vera að spila og Hazard út, þá ertu með rosalega lítið að vera. Þetta eru fínir leikmenn hérna, en meðan hjá okkur við megum vera, við getum Sala getur dottið út hjá okkur, Firmino getur dottið út hjá okkur og virðist vera að Van Dijk getur gert það líka. Ekki tala svona. Nei, ég bara hann fekk smá þetta kvíla sig. En það er stóri munurinn, en þetta er hörkuklúbbur og það er stemmari. Ég trúi svo mikið á stemmarar. Við sjáum að þetta er allt annað yfirbragð og þetta eru fullt af flottu leikmönnum, þeir vita hvað að vinna titla og þeir eru ekkert farnir þeir verða þarna og bara getur þessna bara gert allugu Það er hundleiðilegt að lesa um stjóra hjá þeim, þetta virkar algjör toppmaður, mér finnst alltaf betra að það Chelsea með sem er ekki toppmaður en hann vissi alveg hvað hann var að gera líka þegar hann tók þennan Jorginho með sér. Það er einn jákvæður punktur kannski við að mér finnst N'Golo Kante verið í undarlegri stöðu allavega ennþá hjá liðinu vonandi er hann eitthvað að nota hann vitlaust en þessi Jorginho er bara rosalegu lykill hann er svaðalegur Hvað var, hann var að bæta sendingameti í síðasta leik, það er þetta kannski ekkert endilega alltaf jákvætt en það var engin komið eins oft við, eða sendið eins oft eins og hann í síðasta leik Það er ágætt með þessi það sem verra er að hann hitta langa oftast á Samherja það er vesennið Já. Maggi, talandi Sarri, er þetta ekki bara mind games hjá honum fyrir leik að tala að Chelsea þurfi 12 mánuði til að vera jafngóður og Liverpool og Chelsea? Jú, og bara klókur mind games, það er ekkert langt á því hjá honum að hann getur alveg sagt það að hann auðvitað náttúrulega hann á frábæra byrjun en hann aftur á móti náttúrulega klárlega kominn styttra með liðið sitt heldur en Kloppur, hann er ennþá að vinna með stærstur hluta leikmenn sem hann keypti ekki sjálfur og leikmenn sem hann þurfti að læra ýmislegt og þeir náttúrulega eru að fara í 2 stór test í rauninni annars er þessi squad playerar hjá honum á morgun sem að manni sýnist einhverjir fá að spila
og svo laugardagurinn aftur þar sem hann þarf að búa sig undir svona stóran leik í enska boltanum, hann hefur ekki alveg komið þangað ennþá, það munur að spila við þessi lið sem hann búin að spila við og það hefði stútað þeim reglulega þarna og svo að koma fá þetta mikil gæða móti sér og þetta verður bara ógeðslega spennandi leikur helgina, ég hlakka mjög mikið til, það bara þannig, við höfum hingað til staðist 2 próf, svona stór próf að fara á Wembley og vinna þar og svo Paris Saint-Germain sem alltaf hörkulið, þannig að við erum alveg klárlega í rauninni getum alveg sagt að í dag séum við sigurstranglegri aðilinn sem deildarleik, en það verður bara líka alveg frábært testament á þennan nýja stjóra Chelsea, hvernig hann tæklar svona risa verkefni að eiga við frábært lið og við erum komið með og lið sem að, þú veist, að Chelsea vilja sækja og þá verður bara gaman að sjá fyrir að fyrsta hvort hann fer svona ofalega á völlin, því að það geti verið bara, það geti bæði náttúrulega reynd á veikleik og það geti kannski við séð hvort að við eigum veikleika móti svona sliði, en það geti líka bara verið orðið 307 mínútur ef þeir missa boltan á einhverjum hættulegum stöðum með þessar pílur okkur þarna undir þessa háu línu, því að þau voru að sýna það að einhverju tölfræði sem þessi tölfræði svo skrítin, þannig séð eftir fyrstu 3 leikina þá voru við öðru sæti yfir það hvað línan hefði staðið hátt og þeirra voru töluvert hærri en við. Þeir eru bara upp við miðju með varnarlínuna sína lungan á leiknum, sko. Ég held að það sé ekkert að hröndast og ástæði fyrir því að ég að tala að þetta sé svona topp maður og þannig. Ég undirbjó mig töluvert vel fyrir Chelsea þáttinn sem við tókum með honum Jóhanni hérna daginn og svo ég núna búin að taka stóran hluta af helginni. Ég ætla að byrja þar á Napoli Evrópu uppbytun og þar náttúrulega kemur hann mikið sögu þess félags undanfæri og hann tók þetta Napoli, sko, þeir bættu sig öll árin sem var hjá þeim og þeir eru að taka 91 stiga tímabil í fyrra. Aðeins dalar, þetta er svona rosalega svipa til Klopp í rauninni hvað hann lætur liðið æfa og hlaupa mikið og mögulega verði ykkur, ég get alveg keypt að þetta ekki endilega bara mæntgensjáni að verði ykkur vaxtaverkir á þessu ára allavega. Já, við erum bara að vona það, en ég sé fyrir mér sko, við erum búið með 2 af 4 testum og þau eru að fara að segja okkur mjög mikið, svo fara svo út, Tottenham og Paris, fara á brúnna og mæta Chelsea og bara að það sé að ganga, það getur alveg farið sig einhverja megin, en að það sé að ganga og svo hvernig við erum að fara að mæta City þar á eftir. Það verður gaman að skoða stöðuna þegar þetta er búið, en ég líti á þannig að þetta test sé hálfnað og það verður sko, ég verður litla væntingar varðandi leikinn á morgun, það verður, en sko nöfnin sem getur verið þetta náttúrulega getur verið helviti stór sko. Endum þetta bara þess að þeim pælingu, Svenni, hver komin, hérna, Minjolei staðfest og hvað gerist meira? Byrju bara á vörninni, hvað heldur að gerist þar? Ég hugsa að Matip fái að færa áfram. Ég veit ekki, ef að Klein á Moreno eru heilir, þá ættu við kannski að fá að spyrja eitthvað. Ég ætti að geta verið með helvíti dýra og flotta miðju. Shaqiri náttúrulega klárlega fram með og störðis uppi, en svo er spurning hvort hann treysti Fabinho eða hvað. Svo Keita, þannig að þau verður að mæta í einhvern svona skot leik ef að það er Fabinho, Keita og Shaqiri á miðjunni, það var að hugsa sér verri stöðu, sko. Maggi, við sjáum, mér finnst til dæmis þessi Milner skiptinga, hann komi inn, finnst mér gefa smá vísbendingum að hann er ekkert að hugsa ekki að þessu stíðarlega að hvíla leikmenn eins og kannski margir stundsmennir að spá. Mín tilfinning er að verði kannski 4-5 breytingar, ekkert mikið meira það. Hvernig horfðu þú á þetta? Ég er svolítið þar. Það er nú bara þannig ég er svolítið þar að við séum sko að fara að horfa á nokkra þessu leikmenn sem hafa verið að spila í þessum leikjum hingað til og klárlega að hann svona sé það líka að horfa til þess að þeir séu svona einhver akkeri inn á þessu liði sem að svona, geti lært það sem að þarf að læra og hverjir það verða bara svolítið erfitt. Ég held að Gómez og Matip taki hafsendaparið. Ég getum alveg séð það. Ég held að skipti búið bakverðunum. Ég er eiginlega viss það að hann verður með einhvern af þessum venjulegum miðjumönnum.
með við að Fabinho var að koma inn, þá væri þetta vantar annarkvort Milner eða Wijnaldum sem væru með Keita og svo held ég að hann láti, Mane spilaði leikinn á morgun með Shaqiri og Sturridge. Ég myndi halda að það væri eitthvað svona, hann haldi svona einhverjum gaurum sem hafa verið að spila fyrir hann og svona búa til einhverja svona hafa miðjumann þarna, hafa senterinn þarna en á móti, þú veist, þá náttúrulega eru þessi gaurar sem eru að koma inn á, Svenni talar báði bakverðin okkar náttúrulega bara gaurar sem að hafa spilað heilviki fyrir hann og kunna þennan kloffóbolta. Þannig að ég myndi halda að það væri einhverju svona, það verði einhverju 4 úr þessu liði sem hefur verið að spila og svo græja við það. Eiginlega allt þetta sem þú telur upp að allir þessi leikmenn væru lykilmenn í flestum að liðunum svona fyrir utan þessa næstu 5-6. Þannig að það sýnir kannski aðeins gæðin sko. Spá í þessum 2 leikjum, hvernig fara næstu 2 leikir? Svenni, byrja á þér. Ég einhvern veginn bara, ég hef engar forsendur, drengir, til þess að ætla það að jafntefli töp séu að fara að detta inn endilega í þessum 2 leikjum. Ég trúi því að við séum ekkert fara að veikja okkur mikið á morgun. Ég er hrifinn að þessari pælingu hjá Magga að vera með solid á öllu stöðum, vera með miðjumann og sóknarmann, en það sem er þá að koma í kring og þá er nóg að geggjað lið til þess að klára það leik og þetta er á Anfield. Þannig ég sé ekki á hverju ég ætti að sjá eitthvað annað út af því, þetta er bara 3-1 og svo þetta verður Stamford Bridge verður hörkuleikur og talar hún ekki með að Chelsea ætlar að vera svona ofalega og ég ætla ekki að koma enda með tölur þar en ég held að bara við klárum það. Ég held að það verði bara þannig. Kannski mestalagi jafntefli, en af hverju ætti ég að halda eitthvað annað? Klárum þetta bara. Það er engin ástæða til annars. Maggi? Já, ég held að við upplifum ABBA-vítakeppni á morgun sem við vinnum. Nei, það var ekki ABBA-vítakeppni á Manchester í kvöld. Það var ekki ABBA-vítakeppni. Ég held að Maggi Bílsley verði eitthvað að svara til svaka um þetta. Þetta er bara kjaftaði hjá drengum. Ég held að það var mikil skellur fyrir síðuna bara. Já, ég held að ég sem benti Magga á þetta því að þeir voru að tala um þetta á Skype helgina, en það er bara það markaði þess að Magga sko. Þannig ég held að við munum alveg lenda á vegg svolítið á morgun því að þeir séu dásamlegir þessir ungu menn í Chelsea, en við tökum þetta í vítakeppni á morgun, svo vinnum við á laugardaginn. Ég er sammála Svenna því, ég hef bara trú á þessu liði og bara held að það sé lengra í það að við svekkjum okkur heldur en þennan Chelsea-leik og við vinnum að þetta í alveg hörkuleik, en ég myndi frekar halda 1-0 en 2-1, en það verði ekki mörg í þessum leik, ótrúlega satt, því ég held að báðir stjórar verði svona aðeins varkar heldur en þeir eru vanir að gera. Já, vel gert. Tekur að mér aðeins, Maggi, ég held að við náttúrulega erum með Minjavegi í markinu, þannig að ég spáði 3-3. Já, það glemtist. Tökum við í Vító, hann er góður þar. Já, Símon í markinu, alveg, já. Það breytir jöfninu töluvert fyrir mér, en ég held að við tökum solid 2-3 sigur á brunni. Ég held að eins og þeir að tala um að Chelsea það breytt af forsendu það þeir verða að koma til að sækja og fara óhrættir á held ég öll lið og Liverpool bara með inn í þeim pakka. Þetta er aðrættar mínum að þetta er drullu öflugt lið og hópurinn hefur með drullu sterkur. Þessir úlingar, Loftus-Cheek og Barkley og hvað þeir eru með ágættis lið fyrir utan allavega miðjunni finnst mér sko. Þó að við sem sterkara held ég. Ég held að kostnaður við þeirra varamenn, þú veist, Kovacic er að koma inn hérna líka. Ég held að kostnaður við þeirra varamenn sé ekkert mikið minni heldur en okkar og hópurinn þeirra sé töluvert dýrar en okkar ef ég man rétt. Þannig að þeir verða alvöru en við vinnum báða. Við erum ekkert að spá öðru, það er ekkert leifilegt en að spá sigri hjá Liverpool. 11 leikir í röð, já, nei, ég held við töpum bara, ég held að núna er þetta búið. Hvað það? Nei, það er bara, við varum að vinna þetta og svo verðum við meistarar í vor. #meistarar í vor. Eitt að lokum, ég ætla bara rósa Klopp vinur mínum, hann er að hlusta fyrir að neita þessu Amazon kjaftaði sem að Manchester City var í. Hann vildi ekki að Liverpool tæki þátt í þessu og kom fréttur það í vikunni og hann verður ekkert Liverpool á Amazon núna ánægð með þetta. Við erum ennþá brendir af being Liverpool. Strákar,
Dagskráin tæmt, Chelsea 2 svar í næstu viku og svo komum við einhvern tímann líklega þá á þriðjudaginn að ég man ekki hvernig sem meistaradeildarleikur raðast. Við finnum út úr því seinna. Finnið okkur á Spotify, iTunes, K.is eða Gullkastið og allt í blóma. Svenni, takk hérlega fyrir að vera með okkur í kvöld. Bara takk hérlega og drekkið ég skull. Léttöl. Skál í góðunum.